Nú ætlum við aðeins að skoða eðlismassa og dæmi tengt honum. Eðlismassi er í rauninni lýsing á muninum á massa hluta sem hafa sama rúmmál. Hlutir eru misþungir í sér, sama rúmmál af gulli er til dæmis meira en 19 sinnum þyngra heldur en jafn mikið af vatni, meðan að vatnið er það bil 700 sinnum þyngra heldur en jafn mikið rúmmál af súrefni. Eðlismassi er í rauninni skilgreindur bara sem massi hlutar deilt með rúmmáli hans. Oft notum við einfalda jöfnu til að lýsa þessu. Við notum D til að tákna eðlismassa. D stendur fyrir density, kemur úr ensku. Og M táknar massa og stórt vaff táknar rúmmál. D er jafnt og M deilt með vaff er jafnan fyrir eðlismassa. Eðlismassi er í flestum tilfellum uppflettanleg stærð. Við getum sem sagt farið til dæmis á Wikipedia er oft ágætt, slegið inn eitthvað svona eins og gull, gold, förum finnir langoftast er tafla hérna til hægri, einhver staðar stendur density, það var ágætt að skoða aðeins hvað er verið að tala um. Þetta er density nálægt RT, það er room temperature eða stofu hiti, og það er 19,3 grömm sinnum sentimetrar í mínus þriðja. Þetta er að sama og að segja grömm deilt með sentimetrum í þriðja. Þetta eru svona grömm á rúmsentimetra. Svo er líka gefið upp eitthvað sem heitir hérna liquid density. Þá er þess að gefa upp við bræðslumark hver eðlismassi vökvans er. Oftast erum við bara að spá í hver er eðlismassin í kringum stofuhita. Stofuhiti er gerðan 20 til 25 gráður. Og það er hægt að fara hér og fletta upp alls konar mismunandi efnum. Til dæmis hérna iron, það er járn, og þá sjáum við aftur hérna eðlismassi járns er 7,874 grömm á sentimetra í þriðja og svo framvegis. Þegar að við höfum fundið eðlismassefnis þá getum við reiknað eitthvað sem skiptir okkur máli. Til dæmis segjum að við vildum vita hvað 250 rúmsentimetrar af gulli væru. Kannski bara vilja punkta þetta hérna hjá okkur. Hvað það væri þá mörg grömm. Hvað eru 250 rúmsentimetrar af gulli mörg grömm? Þá notum við þennan eðlismassa sem við sáum þarna. Eðlismassi gulls er 19,30 grömm á rúmsentimetra. Það er það sem okkur var gefið upp. Og áttum okkur á því að þetta þýðir að 1 rúmsentimetri af gulli vegur 19,30 grömm. Ef ég ætti akkurat 1 rúmsentimetra af gulli, myndi setja hann á vikt, þá væri hann 19,30 grömm. Svo ef ég er með 250 rúmsentimetra, þá hljóta þeir að vega 250 sinnum meira heldur en 1 rúmsentimetri, er það ekki? Og ef við skoðum jöfnuna hérna, þá sjáum við það að ef ég ætla að finna massan, hann er núna óþekktur. Ég veit að D er 19,30 og þessi tala hér, 250, hún er vaff. Rúmmálið er alla jafna gefið upp í einhvers konar svona í þriðja, sentimetrar í þriðja, metra í þriðja, eða þá í lítrum, millilítrum, einhverju svoleiðis. Muniði, við höfum lært þetta áður, að 1 millilítri jafngildir 1 rúmsentimetra. Þetta er alltaf þægilegt að hafa í huga. Þetta er skilgreiningaratriði. En ef ég set 250 hér, 19,3 hér,
þá sé ég að til að finna m-ið þarf ég að margfalda með vaffinu, það er að stytta það út hér, margfalda með því hér. Og aftur það er líka hægt að nota bara hreinlega lógík til að reikna þetta. Massin eins og við sögðum, ef að 1 rúmsentimetri er 19,3 grömm, þá hljóta 250 að vera 250 sinnum meira. Svo við segjum 19,30 sinnum 250 og að því að einingar styttast hérna út. Við erum með sentimetra í þriðja undirstriki hér og upp á striki hér og þeir deilast á móti hvor öðrum. Og ef við sláum þetta örsnögt inn, fáum við hérna út 4825. Og það kemur í grömmum. Ef við ætlum að vera hörð á markverðum stöfum, þá er í rauninni bara 2 hérna í 250 og maður getur skilað þessu sem 4800 grömm eða 4,8 sinnum 10 í þriðja, það er líka löglegt. Ef við reiknum nú á hinn veginn, það tökum þetta sem að við myndum vita grömmin en ætlum að finna rúmmálið. Þetta verður með annað dæmi hérna. Við skulum bara segja að við værum með 1000 grömm. Við skulum bara hafa gull áfram því að við vitum eðlismassan á því. Hvað eru 1000 grömm eða þess að 1 kílógramm af gulli? Og finna út hvað það eru margir rúmsentimetrar. Og hugsum aðeins málið. Ef að 1 rúmsentimetri er 19,3 grömm, þá er ég í rauninni að leita hérna að rúmmálstölunni. Ég er að leita að tölunni sem ég þarf að margfalda með 19,3 til að fá út 1000. Og til að finna það þá segi ég alltaf 1000 deilt með 19,3. Þetta er alveg hægt að leysa upp úr jöfnunni hérna ofan líka. Þetta ef ég ætla að finna rúmmálið, kannski bara sína það hérna fyrir neðan. Ef að ég hef jöfnu sem lítur svona út, d er jafnt og m deilt með vaff. Ég ætla að finna vaff, þá þarf ég hreinlega að segja sinnum vaff báðum megin. Það skiptir engu máli hvort að þið gerið þetta fyrst svona eða stingið tölunum inn og reiknið svo. Málið er að óþekkta stærðin er undir striki, þannig ég þarf að byrja á að losa hana undan strikinu. Þegar ég er búin að segja sinnum vaff báðum megin, þá styttist það út hér af því að vaff deilt með vaff. Og nú er ég með vaff sinnum d er jafnt og m. Þannig að ef ég deili með d, þá stendur vaffi hérna eftir 1 og þá þarf ég líka að deila með d hér. Þannig að þetta d hérna styttist út. Og við kannski hreinskurum þetta upp, þá stendur vaff er jafnt og m deilt með d. Og það er þetta að leysa þetta út úr jöfnunni, en það er líka lógískt að deila vegna sem við erum að leita að rúmmálinu. Hver er talan sem þarf að margfalda með eðlismassanum til að fá 1000 grömm? Þannig að við skulum bara reikna það hérna. Það er það 1000 grömm deilt með 19,30 grömm á rúmsentimetra. Útkoman úr því er 51,81. Við skulum bara gera ráð fyrir þetta hafi verið einhver nákvæm vog og öll núlin séu markverð og útkoma hér rúmsentimetrar því að grömmin dettast út, gramm deilt með gramm
og eftirstanda rúmsentimetrar tvisvar undir striki og það gerir rúmsentimetra upp á striki. Þegar eitthvað tvisvar undir striki þá jafngildir það því að það séu upp á striki. Þannig að þetta eru helstu útreikningar og auðvitað getum við þurft að reikna hreinlega eðlismassa og það er einfalt, þá tökum við bara massan sem við höfum og rúmmálið og deilum. Við bara, eitt aðalatriði hér er að passa upp á einingarnar. Ef að einingarnar á massanum eru ekki það sömu og einingarnar í eðlismassanum eða þá rúmmálinu, þá þurfum við að breyta. Ef að þessir 250 rúmsentimetrar hefur verið gefnir upp í rúmmetrum eða lítrum eða einhverju, þá myndum við þurfa að breyta því þannig að það passaði og væri í rúmsentimetrum eins og eðlismassin. Og sama með massa, ef þessi 1000 grömm hér hefði verið gefin upp sem kílógrömm, þá hefur við þurft að breyta því í grömm vegna þess að eðlismassin er mældur í grömmum í þessu tilfelli. Og þá getur verið þægilegt að líka vita þetta þá að millilítri jafngildir rúmsentimetra.